Já, hann kominn hingað Ragnar Þór Ingólfsson, velkominn. Takk. Sko, ég ætlum ekki að biðja að fara að rekja kannski hvað gerðist og eitthvað svona, það eru kannski yesterday news, eins og þeir mann segja. En núna kominn bara önnur staða og hún svo að það búið að fresta þinginu í 6 mánuði og þú lýstir yfir að þú verir hættur afskiptum að þessi. En Kristján Þórður, félagiðinn, hann segir að það sé hans hlutverk að ná þessu saman aftur og maður heyrir það líka í fréttunum að, ég veit ekki með Halldóru, en allavega hjá Ólöfu Helgu var svona tónnum að svolítið svona móðulegu tónn til ykkar að því að þetta draga andan djúpt og hvort þið geta ekki komið aftur. Erum við að fara inn í 6 mánaða tímabil sem að snýstu það hvort að þið ætlið að koma eða hvort þið ætlið ekki að koma og munu átökin halda áfram eða þessu bara lokið að þú tættu þínum afskiptum að þessi og síðan munu félagarnir í Vaffer taka afstöðum það hvort að Vaffer ætla að hætti að þessi. Já, í sjálfu sér þessa vangaveltur í sjálfu sér sem eru í gangi varðandi þetta ég bara hef í sjálfu sér enga skoðun á þeim. Að ná hópnum saman aftur? Nei, það allt annað mál en ekki á þessum vettvangi. Það verði ekki inn á ASI? Nei, ekki hvað mig varðar, sko. Ég, þegar þú tekur svona ákvörðun að, stíga svona frá, þetta mjög stór ákvörðun, að stíga frá borði með þessum hætti sem ég gerði og þetta ekkert gert af einhverju léttúð eða bara í einhverju geðsræringu, þú veist, þetta var bara við bara ákváðum þetta, ég og kona mín í gærmorgun að þetta bara ekki þess virði að fara í þennan slag. Þú sagðir að hér við rauðaborðið að þetta var úrslitað til þeim. Annarkvort næðist að búa til sterka heild út úr ASI eða þú ætlar að fara frá borði eða hætta af sér. Og úrslitað til þeim var þarna á þinginu og það kom í ljós á þriðjudagsmorgni að hún myndi ekki ganga að gegna. Nei, það var ljóst að þetta var ekki að fara að ganga og ég nú svo sem ekkert vanur að kasta inn handklæðinu vanur frekar að taka slægina bara og það var eitthvað þarna sem að brast varðandi þessa tilraun og já og þetta var bara niðurstaðan og þetta bara rinni val. Ég átti þarna leið út. Ég gat ekki séð að ég hefði leið út ef ég hefði náð kjöri. Man ekki kjöri í svona stöðu og gess svo bara upp. Þá bara þarf maður einhvern veginn bara að... Það berði náttúrulega ábyrgð á ASI í 2 ár. Já, ég meina þá náttúrulega bara ertu komið með þetta í hendurnar og þarf bara að fylgja því. Þú vildir ekki fá þetta í hendurnar? Vildir ekki fá Halldóru Sveinsdóttur á Selfossi í fangið? Þetta var bara orðið gott og ég hafði þarna val og valið rauninni bara stóð það að ég hafði þarna útgönguleið til þess að fara bara aftur yfir í Vaffer og taka bara slaginn þar sem hefur gengið bara alveg ljómandi vel með fólki og starfsfólki og stjórn og trúnaðaráði sem að bara algjörlega frábært. Þú veist, það mikið samheldni, stuðningur, stemning, við erum hópur, við erum liðseild, það engin skoðun sem merkilegri en önnur og við svona vinnum með væntingum og hvað segja, hugðarefnum stjórnamanna, alveg sama hvort þeir séu nýir eða hafa setið lengi og þetta hefur bara virkað og Og þau eru horfir yfir svona liðin ár. Já. Það sem að þú hefur starfað inn í Vaffer, það hefur virkað, gengið ákveðlega. Orkan sem þú veitt í ASI hefur engu skilað? Þetta hefur verið reyni bara tókstreita og eiginlega alveg frá því að ég var beðinn að koma inn í forsetateymið til þess að reyna að laga það sem hægt var að laga þá var ég svona eiginlega farin út úr þessu sko en bara því leytinu til að ég vildi ekki vera ég gat bara ekki vera að eyða orkun í vettvang sem að var svona eins og segi bara ekki góð ára yfir þessu öllu saman þetta var ekki fyrir mig þú veist þú ert bara
maður vill eyða orkunni á þeim stöðum sem að hún skilar árangri með fólki sem að hefur svona skilning á því hvert þú vilt fara og það tók tíma að ná Vaffer á þennan stað. Þegar ég kem inn 2017 þá vorum við vorum bara á tímamótum, stjórnin þar. Ég kem inn, ég svo sem ekki með mér sko, enga lista eða enga stjórnarmenn og Og ekki spáðu langlífi því að allir formenn þar á undan höfðu raunverulega bara setjast út. Já, allir verið feldir í kostingum. Ég var 50 formaðurinn á 9 árum, þannig að þetta hafði, og ég náttúrulega var búin að vera í stjórn og stjórnastarfið hafði litast af miklum átökum og deilum. Þannig að okkur tókst, og þetta var hellingsvinna, þetta tók tíma að ná þessu saman. Það sem blasti við mér innan Alþýðusambandsins var rauninni verkefni. Ég held að þetta hafi alveg verið yfirstíganlegt og ég hafði alveg trú á þessu. En í miðjum kjarasamningum með þetta eitraða andrúmsloft og þennan kultúr einhvern megin og þetta persónulega hatur að þá eiginlega var engin önnur ákvörðun að taka heldur en að einbeita sér bara sínu félagi, fara núna kraftinn í kjarasamningana og reyna að ná bara sem bestri niðurstöðu fyrir okkar félagsfólk og vera ekkert að dvelja við þetta, taka bara þessa ákvörðun, hún stendur og þar bara við situr. Hversu mikilvægt ASÍ fyrir Vaffer? Síðast náðu þið samningum og það var ekki fyrir atbein af Alþýðusambandsins. Heldur kom ASÍ svona eftir á að tók að sér einhvern veginn samninga við ríkisvaldið eða einhverjum hætti eða hversu háð Vaffer því að hafa Alþýðusambandið með sér í kjarabaráttu? Í síðustu kjarasamningum þá myndum við bandalag nokkura félaga. Það var með Herði í Grindavík og því góða félagi. Eiði Stefánsson fyrir félag verslunar og skrifstofufólks á Norðurlandi. Ég fyrir Vaffer og náttúrulega Líf með Eið og svo náttúrulega Villi og Sola og þetta var ekki fjölmennt bandalag en við náðum, fannst mér merkilegum árangri, sérstaklega fyrir það sakir að við vorum komið með heilmikinn aðgerðapakka frá stjórnvöldum án þess að fara með það í gegnum Alþýðusambandið. Og það sem ég hugsaði með mér í aðdraganda þingsins að finnst við gátum þessi hópur og ef okkur tækist til dæmis að fá sko breiðari fylkingu til dæmis innan starfsgreinasambandsins og iðnaðarmennina með og jafnvel sjómenn að Þeim veitir nú ekki af ykkur aðstoð sjómennum, þeir ná ekki góðum samningum. En þeir eru að glíma við erfiðast að hluta íslensku auðvalds. Þeir eru að gera það. Endilega takið það með. Og ég bara sá eitthvað tækifæri. Kannski var þetta bara einhvers barslegu draumur að þetta geti tekist. En ég bara ímyndaði mér fyrst við náðum þessu þó. Og ég held að þetta hafi verið góðir samningar. Og fyrst við náðum þessu þá hugsaði með mér, ef við náum breiðari fylkingu og jafnvel að draga Alþýðusambandið með okkur sem vettvang í þessari baráttu að þá værum við bara einfallega óstöðandi og þetta svona draumur sem ég gengi með í maganum í mörg ár. En það eitthvað Alþýðusambandið, nú samningsumbúðir alltaf hjá félagunum, iðnaðarmennin þeir geta komið með þeir og þau félög í starfsgreinasambandinu sem að vilja. Jú, þarf Vaffer eitthvað Alþýðusambandið? Í sjálfu sér ekki. Við þurfum ekki á Alþýðusambandinu að halda. Við erum með allt svona innandyrir hjá okkur, alla greiningar og ýmislegt annað. Efling líka. En þú veist, ég veit ekki kannski tala Alþýðusambandið sem eitthvað óþarft fyrirbrigði en þetta vissulega vettvangur og verkværi sem hægt að nýta betur og þá ég ekki að tala niður til starfsfólks eða personur og leikenda. Ég einfaldlega að tala það að ef við horfum að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins, þau hafa sterkt sig árum saman að því að ná 80-90% af sínum áherslumálum í gegnum löggjafan. Við erum hins vegar alltaf í þessu varnarhlutverki, skrifa umsagnir.
þeir vættum rauninu verið að skrifa leikareglurnar. Þú veist að Halla Gunnarsdóttir fyrirhundi framkvæmdastjóri andmælti þessu fullyrðingu þínum í dagmálum á Morgunblaðinu og sagði að Alþýðusambandið hefði verið miklu meira áberandi heldur en viðskiptaráð og SA. En það ekki nóg að skrifa ályktanir og Facebook statusa, það þarf að hafa fyrir þessu. Við vitum og við erum búin að greina hvernig okkar mótæðar vinna og ef ég bara svara þessari fullyrðingu og þá skulum tala bara árangurinn. Hvað féll verkalýðshreyfingunni í hlut varandi kröfur og þá ég vísi COVID-aðgerðir stjórnvalda. Hverjir unnu þann slag, aðgerðapakkaslaginn. Við urðum algjörlega undir þar, fyrirtækin og atvinnulífið, það bara domineraði í bæði upphæðum og aðgerðapökkum. Fengu allt sem við báðum. Ef við horfum á efndir stjórnvalda, nú þegar við kláruðum síðasta kjarasamning, auðvitað komu félögin með þarna í restina og komu með eitthvað að borðinu náttúrulega líka, en við byggðum þennan samning og síðan endaði þetta náttúrulega þannig að þetta var breiðfylking á bakvið samningin sem slíkan, en aðkoma var ekkert mikið meiri heldur en það hjá Alþýðusambandinu og öðrum félögum. Þannig að mín hugmynd var svo að snúa vörn í sókn og eins og ég segi, við skrifum leikareglurnar, við tölum við þingmennina, við lobbyum fyrir þessu og við snúum þessu bara við. Sérhagsmunaöflin geta svo komið og veitt umsagnir, en við bara þurfum að fara miklu meiri ákveðni og þetta er náttúrulega augljóslega miklu meiri vinna, en þetta er breytt nálgun og breytt hugmyndafræði og það er alveg nægilega mikið af öflugu fólki innan hreyfingarinnar til þess að fylgja þessu eftir ef við beitum okkur rétt átt. En þið langar til að gera það, en þú hættur afskiptið af ASÍ. Hvað ætlar að gera þetta? Við höfum verið að gera þetta á vettvangi VR, við höfum gert ýmislegt þar, við höfum verið að beita okkur fyrir mjög, við höfum beitt okkur mjög í húsnæðismálunum og auðvitað er það ekki nóg, við erum bara eitt stéttarfélag þegar þú sest við borðið hjá stjórnvöldum að þú ert nánast ekki með samningsstöðu. Ég held að sé sko óhætt að segja það þó er sem stærsta félagið og ég get alveg farið með VR á móti samtökum atvinnulífsins og fengið þokkalega niðurstöðu út úr kjarasamningi en ekkert í líkingu við það sem við getum fengið ef það væri breiðfylking á bakvið kröfurnar. Þeir langar í þessa breiðfylkingu, en þú ert gengin frá ASÍ. Hvað er það að finna þessa breiðfylkingu? Já, sko, það sem við vorum byrjuð að gera áður en við fórum inn á þingið og það kannski útskýrir vinnuna sem við vorum búin að leggja í þetta að auðvitað vorum við búin að taka ótal símtöl og ræða hugmyndafræði, sammælist það að reyna að efla þetta í staði fyrir að ganga frá þessu. Við vorum byrjuð að hittast á óformlegum fundum á vettvangi Alþýðusambandsins með iðnaðarmönnum, starfsgreinasambandinu, verslunarfólk og ég held að sjómenn hafa nú verið á einhverjum að þessum fundum með fulltrúi sjómanna, ekki öllum reyndar, en þar var bara það var einhver stemning og einhver svona nisti sem ég hef ekki séð áður í svona breiðum hópi innan hreyfingarinnar og ég hef búin að vera í þessu 14 ár, 8 ár í stjórn VR og tekið þátt í nokkrum samningum og svo sem formaður í að verða 6 ár og það vakti svona hjá mig vonum að við gætum sko mögulega ná þessu og þá náttúrulega sá ég Alþýðusambandið sem ákveðin vettvang til þess að leiða þá vinnu. En þú hefur það ekki lengur? Þetta þá búið til nýjan? Samband stéttarfélaga? Nei, ég held að við getum alltaf myndað bandalög og bandalög hafa yfirleitt verið mynduð utan Alþýðusambandsins. Bara svona sögulegu samhengi, Flóabandalagið og fleiri bandalög. Það hefur verið fleiri en 1 bandalög og fleiri en 2 bandalög. Það er oft bara í svona kjarasamningum í hvernig menn nálgast samtök atvinnulífsins eða hvað það hét þá, vinnuveitendasambandið. En þú ert svolítið að tala svona vettvang þar sem eru kröfur almenningsteknar og verkefnishreyfingin beitir sér fyrir því til þess að breyta húsnæðispólitíkinni, til að breyta skattapólitíkinni.
Jú, og þetta alveg hægt og við getum alveg fóstrað slíka vinnu og haldið utanum, við erum bara með það sko mikið mannauð og mikið kraft og sérfræðiþekking okkar félögum að við getum þetta alveg og mér finnst ótrúlega sorglegt eitthvað með hvernig þetta endaði alltaf því að maður hafði töluvert mikla væntingar en að sama skapi að vera búin að stíga frá þessu eiginlega ólýsanlegu léttir. Þú veist að vakna núna í morgun og maður bara svona ég vaknaði einhvern veginn í morgun bara sem frjáls maður og það kannski tilfinning sem að segja kannski svolítið mikið úr hvaða umhverju maður að koma. Þú þurfi bara að semja við Halldór Benjamín og Bjarnar Benediktsson en ekki Halldór Sveinsdóttur. Já, en eins og ég vil helst ekki þurfa að tala mikið niður til ákveðina hóp og ákveðin fólks en þetta það sem það og allt snýst val og ég sé ekki til fyrirstöðu að þetta samtal sem átti sér stað á vettvangi Alþýðusambandsins með þessum breiða hópi að það á alveg geta átt sér stað við borðið hjá okkur eða í húsi fagfélagana eða hjá Villa skilur það á að vera hægt að taka þetta samtal hvað sem og ég skynjaði bara ótrúlega svona einhvern kraft og útskýran kraft sem ég hef ekki svona fundið áður og ég held að sé ennþá hægt að virkja þetta og það verður klárlega nú náttúrulega fer ég að snúa mér því að hefja vinnu við bara þú veist að ræða okkar kröfugerð við Samtök atvinnulífsins samhliða því mun ég heyra í fólki og sjá hvað þetta að gera og við sjálfsagt þurfum ekki Alþýðusambandið þetta var bara eins og segið þú veist eina sem vakti fyrir mér var að reyna að fara fram á þessum vettvangi Alþýðusambandsins en það aftur á móti það bara full reynd að mínu mati og hvað gerist með Alþýðusambandið ég hugsa þetta þannig í dag að það bara mjög óviðkomandi. Já. Þegar þú varst fyrst í kjöri til formanns VFR, þá má ég segja að þú hefði farið gegn Alþýðusambandinu og þá var verið að tala það að mögulega ætti VFR bara gang úr Alþýðusambandinu. Svo umræð hefur verið í gangi meira og minna frá því að VFR var dæmt inn í Alþýðusambandinu 1962. Hver heldur að sé svona viðhorf almennra félagsmanna? Heldur að almenni félagsmenn í VFR sjáu það sem nauðsynlegt að VFR sé inn í Alþýðusambandinu? Heldur að sumir sjáu kannski eftir, hvað þetta 72 milljónir sem að þið borgið þar í svokallaðan skatt? Við erum að borga núna í ár 175 milljónir. Já, 175 milljónir. Hver heldur að sé Sólveig Anna sagði að það var eiginlega engin spurning sem fengið ofta frá sínu félögum heldur akkur eru við í Alþýðusambandinu? Hvað fáið við fyrir það að vera í Alþýðusambandinu? Og hún sagði að hún ætti alltaf erfiður með að svara þessari spurningu. Já, ég get kannski ekki svarað þessu beint en þetta í sjálfsög spurning sem ég ekkert að velta neitt upp sérstaklega núna. Vegna þess að núna verðum við bara að fá fókus á verkefni sem eru kjarasamningar og nú þurfum við bara eitthvað að íta þessu máli bara til hliðar. Ég veit að þetta fer ekkert frá okkur. En verður ekki líka ná alveg frábærum samningum Ragnar eftir þennan forleik? Jú, það er ekki boðið fyrir ykkur að koma með eitthvað vesaling samning. Nei, það verður okkur stórkostur samningi. Og það kannski, já, ég ætla alltaf ekki að eyða meiri orku í Alþýðusambandi í bili. Við förum í kjarasamningana núna og þegar við erum búin að ná að klára þá, þetta geta þeir tekið eitthvað tíma, maður veit svo sem ekki hversu langan tíma þetta tekur, en það fer eftir svolítið hvað við náum breiðri fylkingu á bakvið kröfurnar. Ef við förum bara einu og sér að þá getur þetta tekið eitthvað tíma, mögulega styttri samningur og engin staða gagnvart stjórnvöldum ef við erum breið fylking að möguleikarnir eru bara stórkostlegir, bara hugsa til þess hvað við gætum gert, hvað við gætum verið með í höndunum, hvað var það aðgerðir gagnvart fyrirtækjum sem að hafa litla samúð í íslensku samfélagi, nánast alla starfsgreinar
sem væri undir. Við varum að tala skærur, ekki allsherjarverkföll sem að tæma sjóðun okkar á örfáum dögum. Við gætum haldið út aðgjörum fyrir brota fjármagnstekjum. Þú talum að loka Keflavíkurflugvelli, loka höfnunum. Já, ég meina, eins og menn hafa gert þetta allt bara möguleikar og þú veist og það í sjálfu sér bara eitthvað sem að slík breiðfylking væri bara með í vopnabúrinu og bara vera með slíkt vopnabúr gerir bara það verkum að við getum nánast teiknað bara upp okkar kröfur og okkar leikreglur og fengið bara mögulega gríðarlegar breytingar í okkar samfélag til þess betra fyrir bara, ekki bara vinnandi fólk, heldur bara almenning. En nú líður tímir hratt og hugmyndin að gera þetta á vettvangi alþjóðasambandsins gengur ekki upp, þannig að þið hafið til dæmis skamman tíma til þess að láta á það reyna hvort það sé hægt að búa til svona samstöðu og mæta í kjarasamningana sem breiðfylking. Já, við höfum lítinn tíma en ég hef líka mikinn tíma. Vegna þess að ég þarf ekki að eyða orkunni í annað heldur en þetta. Og það líka mjög jákvætt að ég ekki að fara að eyða orkunni í að slökka einhverja elda innan alþjóðasambandsins. Nú fer bara fókusin í þetta. Ertu ekki í miðstjórn það sé? Nú eiginlega allir í sömu hlutverkum við voru áður. Það var ekki kosið mitt. Ertu í miðstjórninni? Væntalega ég skráður þar ennþá inni. En þú vart ekki að mæta? Nei, að sjálfsögðu ekki. Þetta ekki vettvangur sem að ég búin að stíga frá þessu. Ekki mínútu meira inn í Guðrúnartún? Já, ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta oft en þingi í dag, ég var svolítið hugsi eftir þingi í dag vegna þess að því var fresta, þetta eins og bara þetta hljómar eins og bara að vera að komast út af einhverju ofbeldissambandi og þið ætlaði að gefa þessu 6 mánuði skilur, og ræða svo málun aftur. Þetta er svona Þetta skilja en búa saman. Já, þetta er svona eitthvað haldið með slettum mér svolítið, þú veist að vera að setja þetta þannig upp. Lastu í það voru bara 20 sem að greiddu atkvæði af 299 fulltrúum sem voru boðaðir á þingið, greiddu atkvæði með því að þeir eru ekki frestað og gengið til stjórnarkjörs eða kjör í embætti. 20, það er ekki margir. Það eru, ég kann ekki rekna það er innan við 8% af þingfulltrúum sem að voru þá í harðlínu á gegn ykkur. Já, þetta ég velti svo mikið fyrir mér af hverju þessi leið, ég meina ég höfðu stórum það að við hefðum ekki stuðning, værum ekki með stuðning fyrir okkar kjöri og þið voru átt farin og það væri ástæðin fyrir því að við fórum og ég veit ekki hvað en þá náðu samt ekki meira eftir það alls konar sögur, svo stígu við til hliðar og ég leit þannig á að ég hugsaði bara þannig að krafa þessa hóps sem var að bjóða sig fram og hefur talað mjög níðingslega og harkalega gegn okkur að gera allt og þetta er náttúrulega bara yfirlýst krafa þeirra að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir að við náum kjöri. Ég tek ákvörðun að stíga frá borði og þegar ég geri það þá felst engin hótun í því að það hangi eitthvað annað á spýtunni. Heldur bara, gjörðu það svo vel, hér er kyndillinn, nú fáðu bara þetta verkefni og ég meina það þegar ég segi það, bara gangi ykkur vel, gangi ykkur sem allra besti að reyna að ná góðri niðurstöðu fyrir vinnandi fólk og sérstaklega ykkar félagsfólk í ykkar félögum, þar leggur ykkar ábyrgð og ykkar skyldur og vonandi bara gengur það vel og síðan gerist það að mér sýnist að stuðningur við þennan hóp og sem að hafi boðið sig fram gegn okkur allt í einu fara virðist iðnaðarmanna samfélagið og fleiri félög sem eru þarna eftir á þinginu fara bara eitthvað á taugum og hvort þau átti þess á því að þetta sé nú kannski ekki endilega hópurinn sem að þau höfðu séð fyrir sig til þess að stýra alþýðusambandinu næstu 2 árin og ég veit ekki hvort að það var niðurstaðan en það bara myndast eitthvað paníkástand og það er bara farið í að fresta þinginu og það er samþykkt með miklu meirihluta. Ég veit að mínu fulltrúar sem voru á þinginu
í gær spurðu mig í gær hvort þið mættu mæta á þingið og ég sagði, ég ætla ekki að banna ykkur að mæta á þingið. Þið eru kjörnir fulltrúar og þið bara takið ákvörðun sjálf. Þið gerir það ekki í minni óþök eða félagsins. Það er algjörlega sjálfstæð ákvörðun. Allt þetta fólk labba með mér út. Og ég vissi svo sem bara það að það voru þarna einhverju fulltrúar frá okkur sem ætluðu að fara á þingið og krefjast svara. Krefjast svara að fara á þessu fólki. Hvað þið gengið til og vildu bara fá svör. Og það var svona megin markmið þess að mitt fólk fór þarna þingið. En síðan... En bara aðeins var hann þessi stærðarhlutvöld. Þið farið á þinginu og það er svona cirka helmingur sem fer. Helmingurinn situr eftir rúmlega. Þá kemur í ljós að þeir sem að vilja raunverulega að mótframdóttur ykkar nái kjöri, að þeir eru bara 20. Þannig að langstæsti hluturinn af þeim sem eftir er fólk sem ekki vildi þá lausn en var samt ekki viljugt til þess að styðja ykkur. Já. Hvaða staða er það? Þau vildu sem sagt að handspyrnurhreyfingin veldi ykkur undir uggum að þið fengið ekki nógu gott kjör á endanum. En svo þegar þið lappið frá borði og þau horfa fram á að þau getur setið uppi með Ólöfu Helgu sem forseta og þræfandi gotanum, að þá bara viljaðu þann kosti ekki heldur. Nei, þetta er alltaf því komist en sorglegt enga síður að ég fór í þetta að sko raunverulegur hugsjón og bara mér langaði að reyna á þetta. Ég veit ekki hvort að maður sé bara búin að vera í svo lengi eða ég veit ekki hvað það er. Það er bara, já, þú veist, það er kannski ekki líkt mér að taka svona ákvarðanir en þetta var bara ekki alveg mín ákvörðun heldur. Þetta var okkar hjónanna. Þegar þú varst í frambóði og fyrst mótframbóð í VFR síðast, þá var svolítið ráðið þarkar á þig. Og ég man ég heyrði viðtal við þig á Rás 1, með Sillu, segðu mér. Og þá varstu að fara yfir hennar tíma og þá varstu eiginlega slegin af því hversu harkalega árásir það voru. Já, það voru mjög harkalegar. Ég var nú svo mannst þjóðkendur á forsíðu fréttablaðsins. En núna verður aftur fyrir svona harkalegum árásum. Já. Þannig það gís upp þegar þú ert að... Já, að sjálfsög gís það upp og þetta er náttúrulega mikið sko álag. Ekkert bara á mig. Við hefum 5 börn saman og þetta er engin smábörn lengur. Þau lesa miðlana og þau heyra fólkið hvísla og þegar pappið þeirra er kallaður ofbeldismadur sem að vill reka fólk fyrir enga sakir, valdasjúkur, bara klikkhaus eða hvað sem það er nú allt saman. Hugsunarlaus, ómerkingur. Já, og þetta bara glimur áfram á þess að fyrir þessu séu færð nokkur einustu rök og bara, þetta eru bara árásir, ósannandi og við bara ákváðum það þarna að það væri skynsamlegast í þessari stöðu að stíga frá borði. Þessu mundi aldrei linna, alveg sama hvort ég næði kjör eða ekki. Þessu mun ekki linna, þetta mun halda áfram. Já, þetta mun halda áfram. Og meiri segja eftir að ég steig frá þessu, að meiri segja, ég steig frá borði og segja bara, gjör þessu vel, þið bara takið þetta. Þá heldur þetta áfram. Þetta linnuleysa þessar árásir og meiri segja í dag, þá er viðtal við Halldóru í Bárunni, það sem að hún segir að fullir það að ég og Vilhjálmur höfum stutt hópuppsagnir, við stuttum hópuppsagnir, við ætluðum að reka allt fólkið. Ég er búin að vera í VFR núna að vera 6 ár, kem inn í svona, já, það eru átök og ég er erfiðri stöðu hjá félaginu. Ég hef ekki sagt upp einasta manni. Villi er búin að vera með sitt félagi 18 ár, hann hefur aldrei þurft að segja. Einhvers sagði líka að þetta verið bara plana plott hjá ykkur, að við þinginu og ganga svo út. Hugsaði hvað þetta er sjúkt. Þetta er sjúkt ástand að þurfa að setja undir þessu. Að þarna er fólk sem að fær sínu framgengt að koma í veg fyrir að við náum kjöri. Við stígum frá borði til þess að fá frið. Ég bara bað vinnufrið. Ég óskaði þessu fólki góðs gengis. Ég óskaði ekki því illt að halda að
það sé að fara að hvað ég segja gera fólki eða launa fólki eitthvað sérstætt ógagn eða vilja almenningi eða baráttun eitthvað illt þannig, þetta bara eitthvað hatur sem óútskýrt ég vildi bara fá frið bara frið frá þessu fólki en það var fleiri á það bakvið, það var Björn Bjarnason blandað sér í þetta, viðskiptablaðið já, en þú veist en sko það svolítið öðruvísi að fá árásir og gagnrýni frá sínum eigin félögum fólki sem að ætti með rétt að vera í sem með okkur að berjast fyrir sameiginlegum hagsmunum okkar og sinna félagsmanna en að Björn Bjarnason þú veist, þetta svona þú veist bara til því að vera á vígvellinu, þú vilt fá að berjast bara á vígvellinu en ekki inn í tjaldinu með Samherja sko gagnrýni frá Birni Bjarnasyni drífur mig áfram skilur, það hrósið og það nú var það nákvæmlega sama gagnrýni sem hann var með Halla Gunnarsdóttir það var erfitt að greina á milli og enda fenguðu mikinn stuðning úr þessum ranni sem náttúrulega mjög athyglisvert en já en ég svona vonaðist til þess að það versta yrði yfirstaðið að þetta fólk kannski færi þá bara að snúa sér svolítið að sínum félögum og sínum kjarasamningum en þú veist þetta bara virðist ekki vera nóg þetta er eiginlega ótrúleg staða að vera í og þú ætlar ekki að deila tjaldi með þeim að vera að berjast á vígvellinum ég bara ber ekki kala til þessa fólks það er eitthvað bara element í mér sem að ég bara hugsa ekki illa til þeirra ég vonaði að gangi vel og allt þetta ég ber ekki kala til þeirra það er bara þannig Þú mátt ekki vera að þessu? Nei, þú veist, ég bara bið vinnufrið, þú veist, bara látið mér frið, leiði mér að vinna fyrir mitt félag, þú veist, ég á alveg nóg með að sko svara orðræðinni gagvart bara frá sérhagsmunni öflunum. Það er alveg nóg, þú veist, ég menna fyrir síðustu kjarasamninga þá vorum við bara geðveik, vorum við sturlaða kröfur, mannst eftir þessu, þú veist, við vorum að fara að setja bara Ísland á hausinn og það mun koma aftur núna og það var bara fullirt að þetta geðveika fólk myndi aldrei ná að ganga frá kjarasamningi en hvað gerðum við? Við gengum frá kjarasamningi við vorum með sko váer það var gjaldþrota bara þú veist á samningaborðinu þegar við vorum að klára þetta þú veist, þetta var ekkert létt en samningarnir núna verða gríðarlega flóknir og örugglega mun erfiðari en já og við erum búin að ganga í gegnum margt saman og höfum að ég tel sýnt árangur eins og árangur sem við höfum náð í Vaffer hann er bara ótrúlega flottur við erum að byggja íbúður fyrir félagsmenn Vaffer við erum að byggja íbúður við erum að stefna ríkinu með gráa hernum við erum að fjármagna sko, þá málsókn og öllum dómstigum út af skerðingunum og ellífeyri. Við erum í málsókn með neytendasamtökunum gegn bönkunum út af skilmálunum og lánunum. Við höfum náð að vinna, við fórum í smálánin líka. Og það geti erfiðleikum að finna Samherja í barðunni? Nei. Og þú veist, þegar þú nærði einhvern megin að vera í félagskap, það sem að það koma hugmyndir og allir bara keyrum þetta áfram og vinnum með þessum og vinnum með hinnum og bara förum í verkefnin og það er bara, þetta er svo gefandi og skemmtilegt að sama skapi hvað er óbærslega lýjandi og niðurdrepandi að þurfa að vera í þessum kringustæðum. Ég er búin að vera þarna og ég veit alveg hvernig þetta er og hvað bíður mín og ég var tilbúin í þetta fyrir nokkrum dögum síðan en síðan bara í gærmorgun þá bara, nei, veistu það, ég hef þetta val, þetta er svona síðasti möguleiki minn til þess að stíga frá og ég bara nýtti það möguleika og ég var að vonast til þess að fólk myndi bara virða það að í því fólst engin sko reiði eða illindi eða eitthvað slíkt. Þetta var bara ákvörðun og ég vonaðist til þess að þetta ágæta fólk gæti þá bara gert það sama og ég, stíð eitt skref tilbaka, dveljum ekki við þetta, hér er Alþýðusambandið, bara gangi ykkur vel og bara
bara sem allra best. Nú ætla ég bara að einbeita mér að þessu og já, sjáumst. Þetta var svona, en það gerðist heldur ekki. Nei. En við skulum sjá til. Ég er allavega í betri stöðu að mér finnst í dag bara við að, þú veist, að þurfa ekki að sitja við borðið með þessu Þessi ákvörðun venst vel. Já, mér líður bara alveg stórkostlega. Þetta er óbúslega léttir og ég svo skrítið sko að maður áttar sig ekki á því fyrir maður stígur út fyrir sviðið að hvað þetta var óhollt og þegar þú komin einhvern veginn svona aftur tilbaka og ert að fara í verkefnin með fólkinu sem að þú varst að berjast með og fyrir hvaða er óbúslega upplífgandi og mótíverandi að byrja að taka þann slag. Þannig að ég bara er ótrúlega ánægður og sáttur með þessa ákvörðun. En ber engan kala til eins eða neins og bara vonandi, já, ég veit ekki með alþýðusambandið, það bara siglir sinn sjó, bara hvað sem verður. Herru, Ragnar, þakka fyrir að koma hérna og segja okkur frá og til hamingju með þessa ákvörðina að stíga frá alþýðusambandinu. Herru, bara kæra þakkir. Herru, nú tökum við örstuð hlé og síðan ætlum við að tala um börn.